Hæginn. Jafet Máni heiti ég er að koma í meðferð. 160497. Frábært, takk. Já. Sæll blessaður. Hæ. Katrín heiti ég, sálfræðingur hérna. Ég ætla bara að sýna þér herbergið þitt og gefa þér slopp og svona bara aðeins fara yfir hvað er svona í vændum núna. Ertu ekki til það? Koma hérna með mér. Algjörlega. Þá förum við hérna fyrst og finnum á þér slopp. Þá er hérna sloppurinn þinn. Já. Ok. Og það er sem sagt allir hérna í slopp og þú ert merktur U-deildinni. Það er bara aðalega fyrir okkur starfsfólkið og aðra sjúklinga að vita að þið eru partur af þessari ungmennadeild. Því við viljum halda þessu svona aðgreiningu svolítið skýrri. Og hérna, þannig bara, þetta er aðalega eitthvað ykkar öryggi í rauninni. Svo er hérna bara herbergið þitt. Þú mátt í rauninni velja þér hvort rúm þú vilt. Og það eru tveir saman í herbergi þá? Það er misjafnt bara? Já, það er bara í rauninni eftir því hvað eru margir á deildinni. Þá er náttúrulega reynum við að leyfa ykkur að vera einum í herbergi, því að flestir vilja það yfirleitt. Já. En ef það náttúrulega eru fleiri en 5 á deildinni, þá þurfa einhverju að vera 2 og 2 saman. Hvernig er það þegar ég er komin hingað inn, má ég vera með síma eða tölvu? Nei. Eða er sjónvarpið eitthvað svoleiðis? Það eru öll raftæki í rauninni bönnuð hér, þannig að við tökum að þér símann. Það er engar spjaldtölvur, það má ekki vera með einu sinni vekjaraklukku með útvarpi. En eins og ég mun sýna það núna eftir inn í hópaherbergi, það er kosturinn við ungmennadeild og þið eru með aðgang á sjónvarpi og fáið að horfa á sjónvarpinu á kvöldin. Við kannski bara tylla okkur hérna og spjalla aðeins saman? Já. Svona fyrst þegar ungmenni koma inn á deildina þá oft eigum við kannski bara svona gott spjall hvar þú ert staddur, hvernig þið líður, ertu að koma inn sjálfviljugur, er það kannski svolítið pressa frá fjölskyldu, það er rosalega mismunandi hverjar kannski ástæður manns eru til að koma inn fyrst, eftir fyrsta meðferð og svona. Það er bara aðalega gert að við erum að reyna svona að byrja að móta þetta meðferðarsamband sem skiptir svo rosalega miklu máli og þannig náttúrulega getum við rauninni reynt að hjálpa ykkur sem best því að við viljum þið getið treyst okkur til að leita til okkar starfsfólksins því að það eru náttúrulega flestir sem að finna fyrir einhverjum kvíða og spennu að koma inn á Vog svona þegar mörgum finnst það pínu svona stressandi að veit ekki alveg hvað er að fara út í. Bara veit ekki hvernig þetta rými heldur. Nei, flestir sem koma inn þeim líður bara mjög vel hérna. Flestir sem koma þeir klára sína 7-10 daga hér. Já. Er það svona algengast að vera hérna í 7-10 daga? Já, það er svona viðmiðið að vera hérna í 7-10 daga og svo er það bara kannski mismunandi bara eftir stöðu og þörf og getu og hvort að einstaklingar fari svo áfram í eftirmeðferð. Hvað eru yngstu krakkarnir sem hafa komið hérna inn? Ætli við höfum ekki alveg verið með niður í 14 ára en ég myndi segja að það sé sjaldnast. Ég myndi segja svona meðalaldurinn er svona 18-19 ára. Og er það þá vímuefni sem er svona algengast? Nei, veistu, það er kannski önnur mýta. Það sem fólk heldur að þeir sem koma á Vog séu aðalega bara á götunni og í bara mjög alvarlegri kannski sprautaneyslu eitthvað slíkt. Já. En það er alls ekki raunin. Það er bara allur skalinn raunin sem kemur hingað inn. Hafið þið fundið fyrir hérna á Vogi að krakkar séu byrjaðir að leita sér meira hjálpar núna? Er nógu mikil umræða í samfélaginu þetta? Eða eru ennþá miklu fordómar fyrir þessu? Ég held að það séu alltaf ennþá svolítið fordómar. Við kannski höldum að þetta sé einhver svona sem gerist bara fyrir einhvern ákveðinn hóp eða þetta eru bara einstaklingar frá eitthvað svona slæmu uppeldi eða eitthvað svona. Já. En það er náttúrulega ekkert alltaf þannig. Það ætlar sér náttúrulega enginn að þróa með sér fíknivanda. En þetta byrjar náttúrulega bara með einhverju fikti en yfirleitt verður það fiktið af því að það fer að nota eitthvað reglulega og þannig fer það náttúrulega að þróa með sér vandan sem síðan verður náttúrulega fíknisjúkdómur. En þetta hópherbergi, það er frammi og að kíkja í það? Já, kíkjum í það, endilega. Þá ætla ég að kynna þig fyrir honum Gunnari ráðgjafanum þínum. Blessaður sæll. Gunnar heiti ég. Sæll. Velkominn. Takk hérlega. Þú viltu ekki bara koma inn og fá þér sæti? Við ætlum svona að fá að tala þess við, spyrja nokkur spurninga. Jú, algjörlega. Hérna er hópherbergi sem þú ert komin í og hérna ber svona mesta starfsemin fram að ungmenni koma til meðferðar á sjúkrahúsinu á Vogi og hérna ber fram fræðsla
hérna fara fram 2 fyrirlestrar, síðan grúpputími, þar sem að það fyrirfram ákveðið umræðuefni. Já. Og fólk svona að tala um hluti svona sem tengjast neyslu varðandi líka gagnvart fjölskyldu, gagnvart vinum og gagnvart bara svona þeim hlutverkum sem að fólk tekur svona almennt að sér bara í lífinu, sko, saman hvort það sé nemandi eða sonur eða dóttir eða hvað sem það nú sko. Hópurinn okkar sem sagt úrræði sem við erum með niðri í göngudeildinni okkar í Efstaleiti. Þetta sem sagt hópur, svona stuðningshópur í rauninni og oft talað sem félagslegt úrræði fyrir krakka svona 15 til 25 ára sem alla miðvikudaga klukkan 6 hérna niðri í Efstaleiti. Þetta eru krakkar sem að hittast bara sem að til að fá bara kannski aukinn svona félagslegan stuðning. En þar hefur verið búin að vera inn á Vogi til að koma í þessa hópa? Nei, það má í rauninni hver sem koma í þennan hóp. Eina skilyrðið að þú ert að reyna að vera edrú. Það svona eiginlega eina skilyrðið, að þú ert að reyna að lifa einhverju bata lífi. Sæl og blessi. Komdu sæl, velkomin. Takk hérlega. Bless vel. Hvað er svona algengast sem að kemur krökkum á óvart þegar komið hérna inn? Það kannski sem þið sáðu í svona að ábyrgðin færð yfir til þeirra, þau bera svolítið ábyrgð á sjálfu sér og hegðun sinni og taka ákvörðun hvort þau vilja vera og hvað þau vilja gera. Ég sá þegar ég kom hérna inn á þann á svona bæklingar og blöð þar sem eru fyrirlestrar sem þið að halda það ekki. Sem eru fyrir bæði foreldra og bara aðstandendur. Já, sko fyrir utan það sem við gerum hérna inni á sjúkrahúsinu Vogi, þá erum við með mikla þjónustu við aðstandendur og það bæði göngudeildir hérna á Vogi á þriðjudögum klukkan 4, þá fyrir alla foreldra, fyrirlestur og svo hérna hópur á eftir. Allir velkomnir í það og svo erum við með í göngudeild SA í Efstaleiti 7. Þar mikið starfsemi fyrir aðstandendur. Við erum með það fyrir hérna foreldra og fjölskyldu og aðra fjölskyldumeðlimi líka, fjölskyldumeðferð svokallaða. Og viðtöl, fólk getur mætt bara að panta tíma við ráðgjafa til að ræða málin ef það hefur áhyggjur og svona hugsa hvernig eigi að haga sér og hvernig eigi kannski að nálgast fólki sitt sem það hefur áhyggjur af. Það nú oft spurning, sko, á ég að segja eitthvað, hvað á ég að gera og svona. Sko, ef maður horfir á bara hvenær fólk kemur í fyrsta skipti á Vogi meðferð, sem eru samtals komnir 26.000 manns hérna inn í meðferð til okkar. Þar algengasti aldurinn 20. Og það raun og veru sá aldur sem maður á að geta greint þennan fíksjúkdóm. Fólk sem með fíkn og byrjar í neyslu áfengis eða kannabis á unglingsaldri og þróa með sér vanda þar sem allt í einu neyslan að trufla lífið. Þú getur ekki verið í skóla eða haldið vinnu eða heimilisfriðinn eða veldur fólkinu inn í vonbrigðum og allt þetta. Þegar þetta fer að rúlla, þá þetta vandamál. Þetta fólk í áhættu og í hættu. Og það þarf að grípa inn í það. Þess vegna rosa mikilvægt að það sé gripið inn í það öllum stöðum helst snemma. Já. Og eins og ég segi, þá þetta að gera það í göngudeild, bara með viðtali með því að koma bara í heimsókn og vita hvort að það sé eitthvað til að tala eða þá fólk bara tilbúið að gera eitthvað meira, kannski búið að reyna að stoppa sjálft og svoleiðis þá getur verið ástæða til að koma í meðferð á Vog. En eins og ef það einhverjir krakkar sem að horfa á núna og eru tilbúnir til þess að leita sig hjálpar, geta þeir þá komið upp á göngudeild hérna? Einmitt, geta það. Og geta komið þar á mótni dags og beðið viðtöl eða hringt og panta viðtöl. Það mjög gott. Þegar maður með efasemdir og að hugsa hvort þetta sé ekki í lagi og kannski vil ekki tala það við einhverja aðra, eins og oft það bara mjög gott að koma. Takk kærlega fyrir að taka svona vel á mót okkur. Já, velkomin. Ég ætla að fá að skila sloppnum núna. Já, var þetta ekki bara góður sloppur? Þetta var mjög góður og kósí sloppur. Já, þú stóðst þig vel. Takk kærlega fyrir mig. Takk sömuleiðis. Takk. Gangi vel.